Hingað kominn Logi Einarsson menningarmálaráðherra til að ræða fjölmiðlun og fjölmiðlastyrki sem að hafa verið gagnrýndir á þessari stöð undanfari. Vertu velkominn Logi. Takk. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Logi, í stuttumáli staðan eftirfarandi. Einkareknir fjölmiðlar, þeir eru, og ekki síst litlir fjölmiðlar eins og Samstöðin, þeir berjast mjög í bökkum. Blaðamönnum að stórfækka á skömmum tíma. Æ fleiri gera lítinn greinamun á skoðunum almennings út í bæ og afurðum fjölmiðla og lýðræðinu stendur auðvitað ógn af þessum hamfara tímum kemur að upplýsingagjöf. Þú hefur vonast með þínum tillögum til að auknum fjölmiðlastyrkjum til þess að þú svona næðir rétta hlut blaðamennskunar en það hefur verið bent á að þeir renna helst í vasa auðmanna eiganda stóru fjölmiðlana þessi styrkir. Og núna, eftir þú kynntir ákvörðun þína, þá sá alltaf smoggan segja upp reyndasta og sumir segja besta blaðafólkinu. Þetta hljóta að vera einhverju vonbrigði og eins og Þórhallur Gunnarsson, fjölmiðlamaður hefur bent á, þá blaðamennskan, styrkirnir eru ekki eyrnamerktir blaðamennsku, heldur geta þær farið fyrir ofangarð og neðan, til dæmis bara Sín getur keypt einhverja fleiri erlenda afþreyingar þætti eða eitthvað sluðis en það ekkert sem segir okkur endilega að þetta fari í að styrkja íslenska blaðamennsku eða eitthvað. Ja, sko það nú ekki rétt vegna þess að fjölmiðlastyrkirnir sem hafa verið hér við lýði í 6 ár, minni mig, þeim eru framhaldið þó að það komi meiri peningaleg innspýting í þá og þeir verða eftir sem áður þannig að það verður hlutfall af kostnaði sem fellur til vegna ritstjórnar, vegna blaðamennsku, fréttaöflunar, fréttamiðlunar og svo framvegis. En moggin bregstu þið hærri fjárhæðum með því að veikja bakland blaðamennsku? Sko, nú erum við að fjalla almennt styrktarkerfi. Ég get ekki haft skoðun á því í rauninni hvað gerist frá degi til dags. Þetta þróun sem að þú nefnir réttilega upphafi sem búin að eiga sér staðið mjög langan tíma. Og ég myndi frekar segja að það væri svona sorglegt að aðrir skildi ekki hafa gripið inn í miklu fyrr og með meira afgerandi hætti. Hér útspil að ræða tillögur sem að eiga svo eftir að birtast í ólíkum frumvörpum, reglugerðum og munu fara í samráðsgátt og verða til umfjöllunar bæði hjá fjölmiðlunum, almenningi og svo endanum í þinglegri meðferð. Þannig að útspilið eins og það kemur, það mun mögulega geta breyst. Sumt af þessi meiri sé að háð því að fjárlaganefnd veiti það fé sem við teljum að við þurfum í þetta. Er það ofsnefnt fyrir ekki grip fram fyrir þér en er það ofsnefnt að spá fyrir það hvaða fjölmiðlar fái styrk og hverjir ekki og að hverju gerðu? Ég held að allir geti nú kannski svona mælt sig inn í þetta kerfi. Ég meina styrktarkerfi sem nú í gangi og ég gerði bara lítilsáttar breytingar á í fyrra vegna þess að ég taldi að þyrfti bara framlengja kerfinu þannig að það rofnaði ekki. Það verður áfram mögulega með eitthvað smá breyttri mynd en það verður þá alltaf þannig að það verður hlutlegi mælikvarðar. Það verður áfram einhver tiltekið prósenta, 25% það núna sem að hægt að fá endurgreitt af tilteknum kostnaði og síðan verðum við alveg örugglega líka með svona það þak sem að einstakur miður getur fengið að heildar upphæðinni. Ókosturinn við þetta kerfi í rauninni að þetta auðvitað bara svona endanlegu pottur þannig að ef að það bætast fleiri við þá þynnist þetta út og minnkar ef það fækkar þá eykst hann. Þetta ekki eins og kvikmyndir til dæmis? Já, ekki eins og kvikmyndir eða bókaútgáfunni? Nei, eða rannsókn og þróun. Þannig að þetta er en hins vegar sko með þessum hugmyndir sem við teflum þarna fram með samspil auglýsingatekna RÚV og sjálfstöðumiðlana þá ljóst að 300 milljónir eins og tillagan orðið núna mun renna inn í þennan almenna styrktaport og það þó að minnst ákvæmsti 60-70% hækkun frá því sem nú þannig að það ætti, ef það bætast ekki mikið fleiri fjölmiðlar inn, það ætti þú að skila sér í hækkun til allra fjölmiðla sem hafa verið að fá úr þessu sjóði. Og helmingurinn færi þá til Morgunblaðsins og Sýnar?
Þau fá helmingin eða 20 eða 46%. 48% 44% eins og er í dag. Þegar Björn spurði hvort það væri samráðið og fleira, þú lýstir yfir, þú varst að kynna þessar tillögur að þið hefðu haft samráð við helstu fjölmiðla, alla fjölmiðla sem ég hef verið sagt. Nei, ég held ég hef ekki orðað þannig. Ég held ég hef orðað þannig að við höfum átt 16 fundi með fjölmiðlum. Þannig ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið búið til eitthvað svona samkomla við hagaðila eins og stundum satt í pólitíkinni að þetta sé það form sem að þú telur að sé almenn sátt með innan fjölmiðlana. Nei, það auðvitað ekki rétt að við höfum nálgast þetta þannig til þess að fara að geðjast einhverjum einstökum miðlum. Þannig var það nú ekki. Það er eðlilegt að spurningi kvikni vegna þess að ég meina það er bara eðlilegt að allar spurningar kvikni. Efnistök fréttamiðla þegar ræðir ráðherra eins og þig sem ert að útdeila fé, það er eðlilegt að vakni vafi á því að ritstjórnir mun ekki láta þig græða á því með einhverjum hætti bara í þeirra frétta umfjöllun. Nei, ég meina Guð minn almáttugur, ég hef ekki barmað mér utar neinni gagnrýni eða neinu spurningum varðandi þetta. Þetta gerist einfallega bara með þeim hætti að það eru á síðasta ári fjölmargnir fjölmiðlar búin að hafa samband við okkur og lýsa áhyggjum sínum, bæði litlir og stórir, ekkert síður litlir heldur en stórir. Þá lá líka fyrir að það væri nauðsynlegt og æskilegt og búin að vera mikil krafa það í samfélaginu að það skoðað til dæmis meðal annars hvernig umfang RÚV á auglýsingamarkaði. En er það ekki fyrst og fremst Árvakur og Sýn sem hafa verið með þær kröfur? Nei, það sem ég ætla nú að segja... Það er ekki litlu héraðsmiðlanir eða samstöðun sem hefur verið að kvarta yfir fyrirferð RÚV og auglýsingamarkaði? Nei, það er alveg rétt að það kom fram hér og kom mér kannski að einhverju leyti á óvart vegna þess að það var ekki í takti við það sem að maður heyrir svona í almennri umræðu að það voru nánast engir aðilar sem að vildu fá RÚV algjörlega út af auglýsingamarkaði. Hins vegar voru ýmsar raddir sem að bentu á að bara fyrirferðin og svona tegund auglýsingasölunar væri með þeim hætti að það væri ástæða til þess að taka á því. Það er fyrst og fremst þessi tveir stóru aðilar sem hafa gert þessa kröfu. Nú ætla ég ekki að það gerði engin eina kröfu. Þú svarar þessari kröfu með því að taka 12%. Það gerði engin eina kröfu. Við heyrðum, sátum og aðalega náttúrulega þeir aðilar sem sátu þessum spretthópi fyrir mig. Þau hittu þessa aðila, heyrðu sjónamið, síðan lögðust bara vel yfir hlutina. Það sem að fyrst og fremst lá til grundvallar þegar að ég tek ákvörðun í rauninni hvernig þetta á að endanlega vera þetta útspil sem að getur svo tekið breytingum var að það þyrfti að ráðast í róttækar breytingar til þess að styrkja svona fjölmiðla umhverfið hið íslenska gegn í rauninni þessum nýju vendingum sem að verða meðal annars með fjölmiðlunum utan á heimi mjög ógagnsæjum hætti og 2, það væri að tryggja það að styrkur almannaútvarpsins okkar RÚV myndi haldast óbreyttur vegna þess að ég held að það sé mjög ólíklegt að það að draga úr umsvifum RÚV og auglýsingamarkaði sé örugg leið til þess að skila auglýsingatekjum annað innanlands. Það fé getur allt eins runnið til útlanda og meiri líkur heldur minni þar á. Þess vegna förum við þessa leið. Okkur fannst hins vegar mikilvægt að nýta í rauninni þennan möguleika sem við fundum með því að mæta ríkisútvarpinu með því að vinna því aflétta af þeim lífeyrisskuldbindingum, mæta því með að það svigrúm sem þar skapaðist myndi skila sér til frjálsummiðlana með styrkjum sem að verða svo samkvæmt einhverjum hlutlægum mælikvörðum eins og þeir í dag. Við skoðum ýmsar leiðir, við skoðum hvort það verið mögulegt að fella niður einhverja skatta. Sú leið var alltaf stór og hún var of dýr. Við skoðum með hvaða hætti væri hægt að skapa hvata til áskrifta með skattaafslætti.
Við höfum tekið eftir því að Danir sem að byrjuðu á slíkum hvötum fyrir nokkrum árum, þeir hafa verið að hverfa frá því og fara frekar bara út í beina styrki. Þannig að þetta nú ástæðin fyrir því að uppleggið svona eins og það í dag í grófum dráttum. Síðan má ekki gleyma því að við erum líka með atriði sem að lúta af þessari samkeppni erlendis frá og erum að boða 3-4 frumvörp eða 3-4 aðgerðir sem miða því að ná tekjum þaðan sem á að styrkja íslenskt umhverfi. Við erum líka með fjölmargar aðgerðir sem lútaði bara að lyfta upp blaðamennsku sem fæi, standa á bakvið stéttina, að því að hún gegnir auðvitað gríðarlega miklu máli og ég held að almenningur átti sig kannski illa á því hversu gríðarlega mikilvæg blaðamennska í dag. Horfir þú á samstöðuna sjálfur? Ég geri það annars slægið, já. En við svona vitundavakningum blaðamennsku, þannig að fjölmiðlarnir sjálfur eru slík vitundavakning. Algjörlega. Það er ekki sniðugt að vera að auglýsa mikilvægi blaðamennsku á sama tíma og stóru miðlarnir eru að reka blaðamenn og helst þá sem hafa mestur reynsluna. Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara í svona einstök dæmi eða einstök nöfn. Við verðum að gera það ef við sjáum fram á það eru að það hefur verið að við vorum að eitthvað veltaði fyrir okkur áðan, hvað Sýn, Morgunblaðið og Heimildin hafi sagt upp mörgum fjölmiðlafólki á síðast ári. Það er þetta sem ekki 35 manns. Það er þetta sem við viljum í rauninni sporna við og þessu viljum við sporna við. Þetta gerir þrátt fyrir stuðningin. Sko. Já, stuðningurinn er ekki kominn fram. Við skulum alveg átta sig okkur af því. Þessi stuðningur sem hefur varað frá 2019, hann er óbreyttur og verður lítið breyttur á þessu ári en það er gert ráð fyrir að hann aukist í framhaldinu. Sko, ég veit ekki hvort að við viljum enda á þeim stað að ráðherra eða stjórnvöld yfirleitt fara að hafa skoðanir á einstökum mannaráðningum. Alveg sama hversu vittlausar eða góðar manni getur fundist þær. En ég spurði áðan hvort þú horfðir á samstöðuna vegna þess að við heyrum oft hér, við erum með einhverja 20.000 Íslendinga sem að fylgjast með okkur í útvarp og sjónvarpi og við fáum ofta að heyra út í bæ bara þegar maður skreppur í sundlaugin að hér séu hvað mikilvægastu sprotarnir í íslenskri fjölmiðlun og náttúrulega nýsköpun og allt það. Og við erum góðir í útvarp og sjónvarpi. Það er það sem við gerum. Skilningur Gunnar Smára hefur svolítið verið sá að og þú getur kannski svara því hvort hann er réttur að við þyrftum að leggja meiri áherslu á VF en við höfum verið að gera og svo framvegis. Það skotið nýju ákvæði, skilyrði fyrir því að fá styrk er að halda úti texta fjölmiðlum. Þannig að við þyrftum eiginlega að flytja áherslu okkar frá útvarp og sjónvarpi yfir á vefinn. Við höfum ekki kynnt breytingar á þessu, þetta er svona í dag sko. Nei, það er til þess að auka læsi, það er tilkynnt sem nýjungi. Já, og við skulum endilega bara fá rökræða það og fá það inn í umræðuna þegar við förum að fjalla endanlega útfæslu á þessu. Það er alveg sjálfsagt Við hljótum að taka mark á því. Það er alveg sjálfsagt að já, það er auðvitað alveg rétt hjá þér sko. En óbreyttu þá munum við ekki þá þurfum við að breyta raunverulega okkar stefnu. Fara á því sem við erum góðir í yfir eitthvað sem við höfum ekki lagt. Til þess að geta fengið styrk sem að öllu líkindum mun ekki fjármagna þá breytingu. Ég er nú nærið í vissum það að þetta ákvæði einhvers konar miðlun og texta samhliða útvarpi og sjónvarpi er inni núna í stuðningskerfinu og nú veit ég ekki hvort að þið sóttu og fenguð síðast, ég held þá samt. En Við miða við veltu í árinu þar á undan? Já, auðvitað getum við ekki gert það öðruvísi sko. Við getum ekki verið að vinna með einhver rauntímagögg sko í þessu. Það er gerið í bókútgáfu og kvikmyndagerð. Og við erum líka Það gerir þið í þínu ráðuneyti í bókútgáfu og kvikmyndagerð. Við erum líka að boða nýsköpunar og þróunar. Það er annars konar stuðningur líka, eins og ég nefndi áðan sko. Það er annars konar stuðningur. En við erum líka með nýsköpunar og þróunar og sjó fyrir fjölmiðla, því við viljum gjarnan að fjölmiðlar færi sig inn í nútíðina. Ég átta mig á því að sjónvarpsstöð eins og þessi eða útvarpsstöð eða hvað við að kalla hana,
hún gegnir ríku hlutverki og ég meina sannarlega stuðlar hún líka að viðhaldi íslenskra tungu. Hér talað íslensk mál frá morgni til kvölds. Og ágætt mál á köflum. Og mjög oft kallaði til fólk með erlendan bakgrunn til þess að þjálfa það líka í því að nýta brotna íslensku kunnáttu. Já, þannig að við munum alveg skoða bara svona sjónarmið sem koma fram og ég er ekki að útiloka það einmitt að við höfum telt einhverju fram sem að þarf að bakka með og endurskoða af því að sannarlega er vilji okkar til þess að styðja þá fjölmiðla sem að hafa verið að gegna mikilvæg hlutverki á síðustu árum. Sigurvegarar þessara tillagna eru auglýsingadeild RÚV og auglýsingastofur. Þeir sem tapa eru blaðamenn. Þetta tilvitnun í Þórhall. Já, Þórhallur Gunnarsson, hann hefur verið bara mjög opinskár og hreinskilinn og ég kann bara meta í rauninni þegar fólk segir hlutina eins og því finnst að vera á íslensku. Þannig að því harðar sem við spyrjum þig því ánæðari verðuru? Nei, en ég bara benda á að þú nefnir hann að ég hjó eftir því að RÚV, Fósturi Sýnar, Blaðamannafélagið, ekkert af þessu fólki sem að stýrir þessum miðlum eða félagi held ég að hafi hrópað húrra yfir öllu sem þetta kemur fram en öll voru þau býsna jákvæð og töldu að við verum að stíga einhver skref í rétta átt og ég ítreka það sem ég sagði áðan að þetta er aðgerðaráætlun og tillaga frumvörp sem við munum birtast með í febrúar munu þetta byggja á þessu en þar verður þetta bara leiðrétt fyrir einhverjum vanköntum sem að kunna á þess að vera. Þannig gangar hlutinir yfirleitt fyrir sig. Já, ég ætla bara að skjóta inn að því að þú helst að ákvæði væri gamalt en það í plagginu sem þú ert með þarna fyrir fram að þig að þá stendur helstu breytingar á almenna stuðningnum að þá kemur nýtt skilyrði að norrænni fyrirmynd að fjölmiðlar miðlið fréttum og fréttatíðindu efni úr íslensku samfélagi í heild eða hluta í textaformi á prenti eða vef. Skilyrði lítur á því að efla læsi og treysta stöðu íslenska tungu og lýðræðis. Þetta er bara ákvæði sem að segir það að við sem erum að halda utan í samstöðuna sjáum að við munum ekki uppfylla skilyrði næst. Við skulum bara bíða leifslokum og við skulum skoða hvernig þessu undir fram og ég gerir bara ráð fyrir því að þið munið eins og aðrir sem eru óanægðir með þetta hluta eða allt Nei, það virðist nokkuð skýrt eins og Gunnar Smári leggur það upp. Það virðist vera sem að samstöðin sé ekki styrkhæf. Og þetta er áeiginlega bara við okkur Ég sé að þetta hefur raskirum ekki möguleikum annar að fá sambarlega styrk á þau. Ég þá bara ítreka það sem ég sagði áðan. Þetta eru tillögur sem á eftir að útfæra nákvæmar og við skulum bara spyrja leiksklokum og ég gerir ráð fyrir því að þið komið þessum athugasemdum og framfæra líka með formúlegu mæti. Það er stóra ákvörðun fyrir menn á litlum fjölmiðli sem hefur barist í bökkum lengi eins og eiginlega allir aðrir einkareknir fjölmiðlar bara hver dagur eða vika eða mánuðurinn það er bara ákvörðun þannig að ég átta mig á því svolítið óþægilega óvissa að við þurfum bara að bíða og sjá og óvissan er nú ekki verri heldur en það að málið er í rauninni í undirbúningi til þess að það geti farið inn í þingið þar verður rætt það væntanlega í einhverjar vikur eða daga minnst ákosti stuðningurinn samkvæmt þessu nýja kerfi á svo að taka gildi sama dag en fyrst og fremst náttúrulega mun hann taka fullt gildi árið 2027 þannig að ennþá erum við með þessi gömlu lög í gildi þessi núverandi lög sem að byggja á kerfinu eins og það var þannig að einu sem hitti ég forveraðinn Lilju til þess að ræða þetta og það var þegar að rann upp fyrir mér að það er hvernig kerfið virkar og sem leiðilegt að þurfa að útskýra það sem er styrkurinn núna 2026, hann byggir á veltu 2024 eða á ritstjórnarkostnaði þá og svo fólk haldi ekki að við sem alltaf tala sjálfum okkur getur tekið dæmi bara gímaldinu sem að hóf starfsemi núna í haust fyrir árið 2027 samkvæmt gamla kerfinu að þá munu þau fá styrk sem að miðast við kostnaðin sem að þau höfðu þá september, október og nóvember á þessu ári. Þannig að við getum ímynd okkur ef þau verða á lífi 2007 að þá verður það ekki 25% af ritstjórnarkostnaði sem er þá, heldur bara örlítið brot. Þannig að þeir sem eru nýir koma inn á markaðin sem að maður myndi ætla ef þú væri stjórnvald til þess að ýta undir
viðspyrnu fjölmiðla og við þekkjum það bara í almennri atvinnustarfsemi að störfin verða til hjá nýjum og litlum fyrirtækjum. Það er ekki stóru fyrirtæki sem að búa til störf en það við ekki dæma því. Sko. Þau gera það nú líka. Já, það við ekki dæma því að þau hafa verið að fækka starfsfólki mjög mikið. Stærstu fyrirtækin. Ertu þá að tala stærstu fyrirtækin innan fjölmiðla? Já, það held ég hérna í svona atvinnusköpun að það verða þannig að störfin verða yfirleitt til í minni fyrirtækjum. Já, ég vil nú meina að það sé allur gangur þar á reyndar. Já. En allavega í fjölmiðlunum þá er það Morgunblaðið og Sýn og Heimildin hafi verið að segja upp mikið af fólki. Og ég var að reyna að draga upp þessa mynd fyrir hérna Lilju og þetta segir hún eins og skilja þetta, já þetta verður að gera eitthvað í þessu. Þetta er náttúrulega galli á kerfinu sem að veldur því að við á samstöðunni sem eru núna, við erum með hérna kannski 12% af ríkisstjórnarkostnaðinum af því að við erum vaxið svo hratt. Á meðan að þeir sem eru í hnígnun að þeir eru kannski með yfir 25% af hérna sínu. Ég býst við Heimildi sem hefur sagt upp helmingnum af sínu starfsfólki sem er langt umfram 25% af sínu. Þannig að ég sé að reyna að fiska því að tala um einstaka fjölmiðla. En þetta er svona ágalli í kerfinu sem að mér fannst og finnst enn að sé bara sára einfalt fyrir ráðuneytið að horfa auðvitað verður að opna hvetja fólk til nýsköpunar í fjölmiðlum. Já, við erum að gera það öðru þræði með þessu, en það er sjálfsagt að hérna hlusta á svona gagnrýnisrættir og hérna til þess nú leikurinn gerð. Ef ekki, þá hefðum við bara byrst með fullskapa frumvarp inn á þinginu. Við völdum að kynna þetta með þessum hætti, opna á þetta samtal. Það hefur verið gott hingað til. Ég meina það er ekki bara þið sem hafi haft samband. Ég meina það eru margir sem að benda á ákveðna hluti sem við vildum skoða og hafa öðruvísi og við bara gerum það. Ég er nú ekki sjálfur persónulega í hópi þeirra sem að vilja veikja almannaútvarpið okkar. Nei. Hins vegar þá er svona móralst búið að vera svolítið sérstök tilfinning að vera blaðamaður og finna það hjá hennu einkarekna og eða núna það má segja almenningur eigi okkur, við erum borðnir uppi á áskriftum almennings. Að hérna, það er svona móralst mjög einkennilegt að verða vitni að þeim hildarleik sem að maður hefur séð hjá félögunum. Ég var náttúrulega á Fréttablaðinu þegar það fór á hausinn og gríðalegt áfall og allt það og alltaf 2 sjónvarpsstöðvar hérna búin að heltast úr leik núna og alltaf fækkar meira og aðbúnaður blaðamanna hjá einkareknum miðlum verður erfiðar og þetta verður stærri og stærri ákvörðun að lemja höfðunum í steinin sko og allt áfram í þessu djópi á sama tíma og sem sagt það hefur ekkert verið þrengt að RÚV og sko þessi gjá sem er á milli hérna þeirra sem stunda blaðamennsku eða fréttamennsku hjá RÚV og dagskrárgerð og annarra fjölmiðla, hún verður alltaf víðar og víðari. Maður hefur heyrt aðeins út í bæ að það hefur verið ákveðið svona pólitískt hugleysi hjá þér að hérna saum ekki meira að RÚV og ég tek fram að ég er ekki þeirra skoðunar. Já, ég meina ég hef heyrt ýmislegt sko meðalans þetta ég sagði það bara mjög skýrt og hef sagt það allan tíman að ég tel að það þjóni ekki tilgangi okkar núna ef við viljum horfa á íslenska fjölmiðlun sem mikilvæg málaflokk sem að stendur fram fyrir alveg gríðarlega flókinni utanakomandi samkeppni frá aðilum sem er ekki einu sinni fjölmiðlar en matriða hlutina þannig að þá er ekki rétt í tímapunktin að veikja RÚV, sérstaklega ekki þegar að ég hef ekki fullvissi fyrir það að myndi styrkja aðra. Þannig að það kom bara ekki til greina og þess vegna tefluðum við svona fram. Ég bendi á líka að Ísland er held ég í 17. eða 18. sæti skiluru alþjóða blaðamannasamtakana yfir fjölmiðla frelsi. Það er rosalega vondu staður að vera á sérstaklega þegar að þú horfir á að hin Norðurlöndin raða sér í efstu 4-5 sætin. Grafalvarlegt mál. Það sem að einkennir fjölmiðlun í þessum löndum sem að raða sér á topp 10 það eru allstaðar lönd sem að hafa mjög sterkt opinbert almannaútvarp og ég tel þess vegna einhver má kalla það hugleysi, ég kalla það raunsæi og jafnvel kjark að þora að standa gegn þessum háværu röddum það að það sé nauðsynlegt að veikja ríkisútvarpið. En ég vil gjarna styðja aðra. En þeir sem að fá mesta styrkin er hérna Árvakur sem að er í eigu stórútgerðarinnar
sem að keypti blaðið til þess að halda tilteknum sjónarmiðum. Óskar Magnússon lýsti því nú fjálglega. Sagði að markmiðið væri það að forða því að við gengum í Evrópusambandið og tækjum upp evru og forða breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu og öðru slíkum. Þannig að það var keypt í pólitískum tilgangi. Já. Þetta stærsti styrkþegin. Síðan það sýn sem að það einhverjir svona hópar fjárfesta sem alltaf að glíma við það. Ég bara búin að missa þráðinn á því hver yfir núna. Það hefur verið svona átök innan sínar. Það sem að einkenni þessi fyrirtæki, ein spurningi væri á hverju ríkið að styðja auðmenn til að eignast fjölmiðla? Ástæðan fyrir því að við erum að styðja fjölmiðlun yfirleitt að hún bara gegnir alveg ótrúlega mikilvægu hlutverki í samtímanum og sennilega meira og stærra hlutverki heldur en oftast áður. En það áhugavert að þú nefnir þetta í sömu setningunni, þú nefnir fyrirtæki, fjölmiðlafyrirtæki sem vissulega í eigu sterkra aðila sem eru tengdar ákveðnum atvinnugreinum og þú nefnir Evrópusambandið. Við erum að fara núna á næsta ári ef öllum líkum lætur í kosningu hvort að Ísland eigi að verða aðildarþjóð eða ekki. Við viljum helst að gera það páskarna til að við séum ekki 1,5 ára að rífast ESB. Já, lefum nú aðeins að klára. Við höfum nefnilega alveg ágætt sér reynslu af fjölmiðlun og fjölmiðlum sem að eru hallir undir mjög fyrirframgefna skoðanir. Við þekkjum öll flokksblöðin og þessi dagblöð sem hafa verið gefin út voru nú gjarnan rekin af aðilum sem höfðu líka stór umsvif annars staðar í atvinnulífinu. Ég treysti hins vegar ritstjóru þeirra og ritstjórnum ágætlega. Það hins vegar miklu auðveldara fyrir okkur að fóta okkur í umhverfi þar sem við getum þá leiðrétt fyrir þessu ef að eignarhaldið skýrt og klárt og við vitum hvert það þá getur almenningur séð það og hefur yfirleitt næga dómgreind til þess að leiðrétta aðeins fyrir því. Veit hvaða hagsmuna viðkomandi fjölmiðl að reka. Það hins vegar miklu flóknara ef að umræðan fer að stjórnast út frá fréttum í samfélagsmiðlum sem eru búnir til af gervigreind, sem eru búnir til af erlendum ríkjum, sem eru búnir til af einhverjum nafnlausum hópum sem veist ekkert hverjir eru. Ég man þá tíð þegar að Morgunblaðið, Tíminn og Mogginn komu allir inn bréfalúguna heima hjá mér og ég bar út Tímann mér að segja. Mjög fljótlega þegar ég var unglingur, þá fannst mér ekki erfitt að átta mig á því að þetta voru blöð sem voru gefin út í ákveðnu tilgangi. Og þú vissir hverju það voru, þú vissir hvaða flokkar stóð á bakvið. Þannig að ég hef ekki áhyggjur miklar af því. Mér finnst alveg grundvallar munur á því að þessi blað gefið út af Framsóknarflokknum sem fjöldahreyfing, byggði á samvinnuhreyfingunni og djúpa rætur í íslensku samfélagi, heldur en að séu hagsmunir einkaaðilar sem í fyrirtækjarekstri og vilja auðgast. Ég átta mig alveg á því að það munur á. Ég var bara að taka þetta sem dæmi það að aðalatrið að eignarhaldið sé skýrt og augljóst öllum sem að lesa fréttirnar að það sé ekki almannafé og fært útgerðinni til þess að þau geti keypt upp fjölmiðla. Við erum að styðja ritstjórnarkostnað hjá fjölmiðlum í landinu. Við munum gera það með almennum hætti. Ég held að það væri miklu meira athugavert ef að ráðherra eða stjórnvöld færu sem sagt að hlutast til með sértækum hætti einstaka fjölmiðla í staðinn fyrir að búa til almenna reikreikur. Við getum líka brugðist við þessari gagnrýni með þeim hætti að segja bara við ætlum ekki að styðja fjölmiðlun. Ég ætla ekki að vera sá ráðherra sem gera það ekki. Þá flytur náttúrulega ennþá vera vald til þeirra sem hafa peningana til þess að reika fjölmiðla. Nákvæmlega, og við stefnum þess vegna að því að í árslok 2022 þá verðum við búin að tvöfalda stuðning til einkarekinna fjölmiðla. Og þar með Morgunblaðið. En ég bara að því út að tala til dæmis ef við tökum til þess að Bandaríkin. Ef við erum horfa á skaðan af þróun fjölmiðla þar, þá það ekki síst uppkaup ríkra aðila á fjölmiðlum. Já, þeir hafa nú verið fyrirferðar miklir í fjölmiðlarekstri síðan ég man eftir mér erlendis. Þannig þú ekki áhyggjur af því að taka skattfé og færa útgerðinni til þess að geta keypt upp fjölmiðla? Ég ekkert að færa útgerðinni neitt. Það eru eigendur, það eru þeir sem að fá það. Ég ekkert að færa útgerðinni neitt.
Þú getur alveg lagt þetta þannig upp, skilur. Ég meina, þú hefur sjálfur verið ritstjóri á stóru dagblaði sem var í eigu auðugra aðila. Sem að var skráð félag, ég tók þátt í því að ég trúði því að það væri hægt að bjarga fjölmiðlunum með að vera í hluta skráðu félagi. Leifarnir að því inn á sín og ég hef ekki þá trú lengur. Ég gerir hins vegar ráð fyrir því að þetta fólk hafi ekki getað labbað á teppi hjá þér og sagt þér fyrir verkum. Ég bara treysti þér það mikið. Já, það var munur á því að þá gat fjölmiðlunin rekið sér sjálf með sjálfsafla sem ekki lengur núna, þar sem að henni ríku að gefa fjölmiðlunum til þess að halda áfram. Ég held að Morgunblaðið hafi tapað svona 1 milljón á dag. Aðalatriðið finnst mér vera það að við vitum hverju eiga þessa fjölmiðla, að við áttum okkur á því að við erum í stöðu þar sem við erum í samkeppni við við öfl, við miðla, jafnvel við ríki sem að hafa hagsmuni að því að grafa hér undan stöðuleika. Og það miklu hættulegri hlutur. Þess vegna held ég að sterk fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi sem eru með opið og gagnsætt eignarhald hver sem á þau, að þau skipti alveg máli hér í landinu. Mér langar aðeins að víkja orðum Chomsky sem að segir að í raun í fullkomnu samfélagi þá ætti ekki að vera neitt munur á bara opinberum stuðningi við fjölmiðlun í ljósi þess að fjölmiðlun sé slík burðarstóð í samfélögum stundum kölluð hornsteinn lýðræðis. Einn af þeim væntanlega. Já, að við sjáum ekki eftir peningum sem að fara í kennara sem mennta börnin okkar, við sjáum ekki eftir peningum sem fara í heilbrigðisþjónustu og samkvæmt Chomsky þá ættu við að reyna að tileinka okkur þetta viðhorf gagnvart fjölmiðlun að ríkinu bara beri að halda út í þannig aðstæðum að fjölbreytt flóra fjölmiðla starfi. Þetta sagði hann nú áður en auglýsingatekjurnar hrundu hér innanlands og áður en áskrifenda þróunin var slík að við höfum séð hér tölur það að fæstir Íslendinga eru tilbúnir að greiða sérstaklega fyrir fréttir og mikilvæga fjölmiðlaþjónustu, fréttaþjónustu á sama tíma og einhverja kannanir sína að 70% Íslendinga er á Netflix. Og þannig að forheimskuvæðing og annað slíkt sem getur ógnað samfélögum virðist vera fyrir hendi sem aldrei fyrr. Þú segir réttilega að þið séu að taka við gömlum syndum ég kallaði það ekki syndir. Nei, en það mátti áður skilja það mátti áður skilja að þetta hefði verið frekar lítill stuðningur, ekki satt? Ég meina, ég augljóslega tel ég það vegna þess að ég er aukan. Já, oflítill sem sagt. Nú erum við að leggja það til að það verði skapaður einhver smá fyrirsjáanleiki með því að það komi fram aðgerðir sem að verði til 5 ára. Við erum hins vegar með endurskoðunar ákvæði eftir 2 ár. Við vitum að þetta er síkvikt umhverfi og það þarf örugglega að koma með nýjar aðgerðir, það þarf að breyta þeim og það þarf að laga. Það þarf að hlusta á sjónarmið sem að meðal annars hér koma fram. Já, það er áhyggjuefni þegar að 12-14% af Íslendingum er tilbúið til þess að kaupa vöru eins og vandaða fjölmiðlun á sama tíma og hlutfalli er 50-70% hjá nágrannalöndunum. Það er meðal annars það sem við viljum fara í. Sumt af þessu er ekki beitt peningalegu stuðningur. Það er meðal annars svona hlutur sem að er auðvelt að gera lítið úr eins og bara almenn vitundavakning en líka efling menntunar og fagþekking á blaðamennsku. Allt þetta þegar það kemur saman skiptir alveg miklu máli. Ég er hérna með hugmyndir áskrift á auglýsingakaup ríkisins með hvað hætti við sínum gott fordæmi. Það er fullt af litlum mólum. Það er auðvitað mjög auðvelt að fara Hefur það skilað einhverjum árangri? Ég meina, þú veist, já, ég held að á endanum munum við ná saman það, allavega svona, þú veist, stjórnaráðið. Við höfum byrjað á þessi... Það kannað á morgun hvort að menningaráðuniti kaupi áskrift af samstöðinni, menn að við getum sagt frá því annarkvöld. Við höfum byrjað á þessi okkar ráðuniti, það er svo sem ekki stefna áskriftir á einstökum miðlum sem við höfum hrint í framkvæmd. Það er ágætis hugmynd og kemur vel til greina, en við höfum hætt að kaupa sem sagt af þessum samfélagsmiðlum. Nei, þetta er ekkert endilega stóru peningarnir í þessu samhengi sem við erum að tala en þetta eru spor sem að þarf að stíga og
En Logi, þú veist að eina ástæða þess að Íslendingar mælast með miklu lægra hlutfall en nágrannaþjóðirnar í þessar tölfræði sem þú nefndir svo að við erum með vísi með galopnar fréttir fyrir alla, við erum með MBL með galopnar fréttir. Það munurinn á Íslandi og Norðurlöndum. Það má setja mjög stórt spurningamerki við þetta þegar kemur að litlum miðlum sem að reyna að biðla til almennings að fá áskriftir. Samanburðurinn þetta leikurinn ójafnari. Nei, ég meina algjörlega og ég meina, þú veist, ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við vinnum að því saman, held ég, stjórnvöld og fjölmiðlar og almenningur að það þróist hér umhverfið þar sem að það þykir eðlilegt að rukka fyrir vinnu og sölu á vöru eins og þetta ég meina ég vakna á morgnana og rúlla svona yfir íslensku fjölmiðlana, ég rúlla líka yfir norsku fjölmiðlana og einhverja dansku, þar þetta borga sko. Og þetta ekki stórar upphæðir, þetta eru einhverja nokkra krónur skilur fyrir mánaðar áskrift, þannig þetta líka í New York Times og öðrum. Og einhver geti sagt við þig að ákveðja þú að styrkja Vísi og MBL til þess að halda út í þessu módeli, með því að opna það, með því að hafa opið sem að grefur undan möguleikum aðra til að selja áskrift, veldu því að bara 14% Íslendingar til að borga áskrift, það með 54% í Noregi, ég meina krafan ætti að vera að þú þið verið að loka MBL og Vísi. Nú ertu að biðja með að rata svo gullin meðalvega, ég veit ekki hvort ég myndi hafa mig í gegnum vikuna þar. Þú veist, það alltaf hægt að fordæma fólk fyrir að lesa það sem í opinni dagskrá. Ég meina það fullt af fólki sem ekki áskrifað og samstöðunni hlustar á hana hérna. Nei, ég að segja en við ættum eiginlega að hvetja hana til þess vegna þess að ég held að almenningur gerir sér ekki almennt grein fyrir því í rauninni. Þú veist, mikið af fólki á bara erfitt með að ná endur saman og það þarf að horfa í hrein og krónu. Það augljóslega velur og hafnar. Síðan annað fólk eins og ég og fleiri sem að höfum ráð á þessu en gerum það ekki og það þarf eiginlega einhvern veginn að útskýra það fyrir okkur, þetta skiptir máli. Við erum meðal annars að boða það í vor að sem sagt, taka á ólöglegri sjóræningjastarfsemi sem að ég held að kosti fyrirtækin hér innanlands 4 milljarða ári skils mér. Það engin af þeim aðilum sem að nýta sér hana sem beinlínis með einhvern einbeittan brotavilja. Ég held að ekkert af þessu fólki myndi labba inn í bókabúð og stela bók og labba með hana út. Þetta hugsunarleysi og vitundavakning getur alveg skilað alveg helling þar. En Logi, ég veit að þú var eftir svona mínútu eða 2 með okkur. Það 3 ár. Þú þarft að fara annað, eða 3 ár. Sko, ég náði ekki að klára þetta með Chomsky að sko, maður skildi ætla að nú væri stund neyðar heimilsins hjá stjórnvöldum, ekki síst í ríki eins og okkar. Við höfum upplifað þá tíma, ég og Gunnar Smári, þegar voru margar mjög fjölmennar ritstjórnir með dagskrárvald að dekka mál frá öllum hliðum og okkur líður eins og þetta sé eiginlega bara allt komið annarkvort í sérhagsmuni eða svona þægilega samfélagsmiðsútgáfu sem ruggar ekki bátum og veitir valdinu ekki aðhald. Ræðið það aldrei í ríkisstjórninni að þurfi eitthvað meira en þetta sem þú hefur verið að kynna, bursið frá því hvernig útfærslan verður svo? Jú, við ræðum það oft og iðulega með hvaða hætti skilur við getum stutt betur þessa lýðræði stoðir sem við eigum í samfélaginu og fjölmiðlar eru sannarlega hluti af þeim, einn af hornsteinunum, ég alveg sammálaður það. Við erum þó allavega að boða verulega innspýting og verulega stuðning. Ég fulla bara samúð og skilning með því að sitt sýnis hverjum og fólk myndi vilja sjá þetta öðruvísi einhverjir, aðrir eru ánægðari. Við erum ennþá með opin eyrun gagnvart ábendingum, sérstaklega varða minniháttar hvað maður segja, hugsunar villu sem við erum kannski að gera. Það alveg sjálfsagt mál. Ég held að einmitt vegna þess að þau sem sitja með mér í ríkisstjórn, þau átta sig á mikilvægi íslenskrar fjölmiðlunar, sé ástæðan fyrir því að ég fengi svona nokkuð jákvæð viðbrögð við því að bæta við stuðningin. Reinn munur á kerfanum stuðning bókaútgáfu og kvikmyndum og svo blaðamennsku. Að í blaðamennskunni þá fer allur styrkurinn til útgefenda, til þeirra sem eiga fyrirtækin. Við höfum rithöfundasjóð
þar sem að frumsköpurinn styrkt, sem að leið raunverulega styrkur til bókútgefandans og bóksalans og prentarans og allra, sem kerfi sem hefur verið mjög jákvætt, en síðan hafa komið til viðbótar endurgreiðslur upp á 25% af útgáfukostnaðinum sem að útgefandi fær. Í kvikmyndum það líka þannig að fyrstu styrkirnir eru styrkir sem einstaklingarnir eru að fá bara til handriðsstyrkar öðru slíku. Það spurningum sem að til þess var hluti af gagnrýni Þórhalds var það að vantaði inn í þessa tillögur stuðning við blaðamennsku. Hvort það hafi ekki komið til tals að gera það, því að ég hef verið að benda á að 46% fyrir ekki, að styrkjur að fara til þessara stóru fyrirtækja, það sem eru undir eignarhaldi og stjórn fólk sem hefur aldrei byggt upp fjölmiðla eða aldrei gert það. Þetta er bara keypt gamla fjölmiðla og ég geti setið hérna og gagnrýnt hvernig þeir hafa haldið á, því að það er hægt að benda á að þeir eru ekki vexti þessi fjölmiðlar, þeir virðast vera frekar í hægu, örgu undanhaldi. Verður ekki að horfa til þess að blaðamennska er líka fag okkar blaðamannana, ekki bara þannig að við séum þjónar þeirra sem að hafa komist í það aðstöðu að geta keypt sér fjölmiðla. Þannig að þetta er líka þetta er skökk svona lýðræðisleg sýn á þetta. Já, ég lít nú reyndar ekki á það þannig að þeir blaðamenn sem eru inn á ritstjórnum þessara stóru miðla sem þú ert augljóslega að vísa til sé einhverju þjónar, einhverja hagsmuna afla. Þetta eru mjög mikið af hæfu og góðu fólki þar. Hins vegar Stefán Einar og Andrés Magnússon í almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. Hins vegar ætla ég að segja það að mér finnst þessi gagnrýni Þórhalls algjörlega þess virði að skoðana. Nú það ekki þannig að ég sé sammálunum það. Við erum einmitt að styðja blaðamennsku og ritstjórnir með þessum aðgerðum okkar. Hins vegar sú hugmynd sem hann hefur verið með og reynda blaðamannafélag Íslands líka, að það verði til einhver sjálfstæður svona blaðamannasjóður, þar sem að blaðamenn geta sótt í, ekkert ósvipað þó rithöfundum eða myndlistamönnum eða tólistafólki. Mér finnst það komið til greina og það verður örugglega meðal þess að við skoðum núna á næstunni með hvaða hætti við getum elt það. Það myndi taka upplýsingafulltrúana sem að vinna hjá stjórnarráðinu og setja launu þeirra inn í slíkan sjóð og útluta það. Það eru alltaf fleiri blaðamenn sem að vinna hjá ríkinu. Þetta er nokkuð tímanu við verið. Nú get ég alveg sagt þér það, Gunnar Smári, að bara eftir 12 mánuði í þessu nýja starfi mínu, þá áttaði ég mig nú á því að það er algjörlega nauðsynlegt að hafa upplýsingafulltrúa sem að svara fyrirspurnum utanifrá og þeir vinna alveg sannarlega fyrir laununum sínum. Vegna þess að meðal þess sem við eigum að gera í ráðuneytinu, það er að afla gagna og birta í rauninni gögn sem að beðið ef að þau falla ekki undir einhverjar undanþágur. En ég skaut þessu inn, vegna þess að ég held að það væri talið saman að þá hafa aldrei verið fleiri blaðamenn í vinnu hjá hinu opinbera. Gallinn sá að fæstir þeirra eru að búa til fjölmiðlun eða að vinna í svona, eins og við erum vanir að vinna á ritstjórnum, heldur að vinna inn í stofnunum, inn í ráðuneytunum, við að reyna að stýra upplýsingaflæðinu með einhverjum hætti, góðum vilja sjálfsagt að svara upplýsingum og eitthvað fleira, en það er kostnaðurinn við blaðamennsku eða fjölmiðla eða upplýsingadreifingu, hann er ekkert minni núna heldur en var fyrir 30 árum. Þetta sýnir okkur í rauninni miklu frekar það að blaðamennska sem grunnur, hvort sem að hann er fengin úr skóla eða bara úr lífinu og í gegnum vinnu. Hann er greiðlega dýrmætur. Blaðamenn geta þess vegna starfað mjög víða og fæst fyrirtæki sem eru af stærri gerðinni treysta sig til þess að starfa á þess að hafa fólk, kollega ykkar á sínu snærum og ég held að sé alveg óþarf að gera það eitthvað tortryggilegt. Þetta fólk er að sinna bara mjög mikilvægu hlutverki sem er að halda hlutunum svona eins gegnsæjum og hægt er og í samræmi við lög. Það verða að loka orðin, Logi, kæra þakki fyrir komuna. Það er gott að heyra það að það kunni að gæta einhvers miskilnings í framsetningu þessara upplýsinga og mögulega sé samstöðin, það sé eitthvað ákveði sem að er ekki ætlað að útiloka samstöðina. Það var ekkert þarna sem var ætlað eða beint að einum eða neinum.
Það eru sjónarmið Ég er sem ekki hafa tala um komið meðvitað, fram. heldur bara Nei, það eru sjónarmið sem komið fram og eins og ég segi, ég meina, við erum hérna til samtals hérna athugasemdir, auðvitað erum við það. Kæra þakki fyrir komuna, Logi, gangi þér vel. Takk sem leis. Og takk fyrir Gunnar Smári og við höldum áfram hér eftir andartak með nýjan kafla ekki fara langt. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.